Sjálfstraust. Niðurstöður rannsókna benda til þess að sjálfstraust sé sá þáttur sem sker mjög oft úr hvort íþróttamenn ná langt í sinni íþrótt eða ekki. Goldgreenleaf, Lawyer og Chung komust að því að sjálfstraust var á meðal mikilvægustu þátta sem höfðu áhrif á frammistöðu íþróttamanna á Ólympíuleikunum í Nagano árið 1998. Íþróttasálfræðingar skilgreina sjálfstraust sem trúna á að geta framkvæmt æskilega hegðun á árangursríkan hátt. Þessi hegðun gæti verið að sparka fótbolta, jafna sig á hnémeiðslum eða skora 3 stiga körfu. Sá þáttur sem sameiginlegur í þessu öllu er trúin á að þú getir leyst verkefnið af hendi. Rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust getur hjálpað einstaklingum að vekja með sér jákvæðar tilfinningar, að setja sér markmið, auðvelda einbeitingu, leggja harða að sér og bæta frammistöðu. Rannsakendur sem skoða sjálfstraust gera greinarmun á eðlislegu sjálfstrausti sem er dæmigert sjálfstraust og getur verið mjög stöðugt og aðstæðubundið sjálfstrausti sem getur verið breytileg eftir því hvað er að gerast í lífi viðkomandi og er því óstöðugt. Jákvæðar hugsanir eru mjög mikilvægar. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, segir að skipta eigi út neikvæðum hugsunum eins og ég er búinn að klúðra 3 færum í röð í flott, nú er ég búinn að sanna fyrir öllum að ég get búið mér til færi á móti þessu liði og næst skora ég. Sagan af hlauparanum Roger Bannister er nokkuð merkileg. Fyrir árið 1954 var talið ómögulegt að hlaupa mílu á undir 4 mínútum. Margir hlauparar voru nokkuð nálægt því en bestu tímarnir í þá daga voru rétt rúmar 4 mínútur. Einn maður, Roger Bannister, trúði því þó að hann gæti rofið 4 mínútna múrinn og honum tókst það. Árangur Bannisters var tilkomumikill, en það sem var áhugaverðast við það var að á næstu mánuðum þar á eftir hlupu tugir hlaupara á innan við 4 mínútum. Varla gat ástæðan verið sú að allt í einu hlupu allir hraðar eða fóru að æfa meira kappi. Það sem gerðist var að Bannister hafði rutt hindrunin úr vegi og nú höfðu hlauparar loks trú á að þetta væri hægt. Ein stærsta ástæða fyrir því að þegar maður býst við eitthvað fara úrskeiðis, skapar maður það sem kallast virkspá. Það þýðir að þegar maður býst við eitthvað gerist, þá ýtir maður undir að það verða veruleika. Þrátt fyrir að sjálfstraust sé mjög mikilvægt í sambandi við frammistöðu, þá nægir það ekki eitt og sér. Ákjósanlegt fyrir sjálfstraust merkir að maður sé svo viss að eigin hæfni til að ná markmiðum sínum að maður leggur mikið á sig til að ná þeim markmiðum. Hátt sjálfstraust tryggir ekki að maður muni alltaf standa sig vel eða ná markmiðum sínum, en það er mikilvægt til þess að maður nái að nýta hæfileika sína til fulls. Hátt sjálfstraust hjálpar manni að takast á við hlutina þegar á móti blæs og hjálpar manni við að halda áfram í átt að settu marki. Lágt sjálfstraust getur verið slæmt. Sjálfsefi grefur undan frammistöðu og getur framkallað kvíða, einbeitingarleysi og óákveðni. Einstaklingur með lágt sjálfstraust einbeita sér á göllum sínum frekar en styrkleikum sem getur komið í veg fyrir að þeir einbeiti sér að fulla verkefninu. Hins vegar getur sjálfsefi í nokkrum tilvikum verið til góðs. Ástæðan fyrir því er sú að það getur hjálpað til við að viðhalda árvekni og komið í veg fyrir sjálfsumgleði eða hroka. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar Woodman, Ackhurst, Hardy og Beatty frá 2010 studdu þetta, en hún sýndi að sjálfsefi getur hjálpað til við að bæta frammistöðu. Þýski ökumaðurinn Michael Schumacher, sem er 7-faldur heimsmeistari í Formúlu 1 og einn besti ökuþór allra tíma, hefur viðurkennt að þjást af sjálfsefa. Hann telur það þó vera af hinu góða. Sjálfsefi er alltaf mikilvægur. Ég er alltaf að efast sjálfa mig, það er alltaf raunin. Þú þarft stöðugt að efast sjálfa þig í þeim tilgangi að þróast og vera fær að læra. Það er það sama alls staðar í lífinu og í okkar heimi sérstaklega. Sjálfsefi þjakar. Eftir Schumacher. Þó að lágt sjálfstraust getur verið vandamál, getur of hátt sjálfstraust einnig verið tvíeggja. Oftrú er í rauninni falskt öryggi sem þýðir að sjálfstraust þeirra sem að því þjást eru stærra og meira en hæfileikar þeirra gefa tilefni til. Frammistaða fólks getur versnað því það heldur að það þurfi ekki að undirbúa sig til að vinna verkið. Það eina sem þurfi til er að mæta til að sigra. Þetta er mjög þekkt í íþróttaheiminum og gjarnan talað að hafa vanmetið andstæðinginn þegar mun sigurstranglegra lið býður ósigur.
Álit á eigin færni er sjálfstraust gagnvart tilteknu verkefni. Þetta er kenning sem kanadíski sálfræðingurinn Albert Bandura setti fram og skýrir tengsl væntinga og viðleitni við verkefni eða önnur viðfangsefni. Kenningin byggist á því að trú okkar á eigin færni eða hæfni til að leysa tiltekið verkefni ákvarðar hvort og hve lengi við tökumst á við verkefnið. Fjöldi rannsókna gefur til kynna að fylgt er á milli þess að hafa mikið álit á eigin færni og góðri frammistöðu. Líka oft talað mikla trú á eigin hæfni og góðri frammistöðu.